Gott að sjá ykkur í dag. Við ætlum að lofa Guð saman. Syngja og lofa Drottinn. Amen. Drottinn minn og Guð, við bara viljum lofa þig í dag, Faðir. Við bara bjóðum þig velkomin heilagur andi. Vertu velkomin á meðal okkar, Drottinn. Við þráum bara að lofa þig og lyfta upp þínu nafni í dag, Jesús. Halleluja, Faðir.
'cause you're soaring. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're soaring. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Halleluja. Takk Jesus. Halleluja. 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 Takk, Faðir. Nú ætla krakkarnir að fara fram, halda áfram með sína stund þar. Takk, Jesus. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand, and everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations.
en ég bara þakka þér fyrir það, Faðir, að þú ert klettur sem við getum staðið á, Drottinn. Takk, Jesús. Og þegar allt annað bara breytist og hrærist í kringum okkur, Faðir, að þú ert þú stöði í kletturinn, Faðir. Halleluja, Jesús. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Ég elska þig, því þín miskunn aldrei bregst mér og sér hvern dag ég í hendi þér er. Sér hvern morgun ég vakna, þar til ég sofna á ný, og þá ég syng þín góðvilja gröf. Og allt mitt líf þú trúr þínu, og allt mitt líf þá get ég treyst á þig. Með hverjum andardrætti mínum, og þá ég syng þín góðvilja gröf. Og röddin þín, Jesús, gegnum eld hún hefur leitt mig, og þá myrkir nótt, þú ert nær mér en aldrei. Ég þekki þig sem föður, ég þekki þig sem vin, og allt mitt líf í góðvilja Guðs. Og allt mitt líf þú trúr þínu, og allt mitt líf þá get ég treyst á þig.
Heilagi Faðir, Faðir minn, ég þakka þér fyrir þína nærveru hér í dag, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir það að við getum komið saman í þínu húsi, Drottinn minn. Faðir minn og Guð, við bara leggjum fram eitt og sérhvert bænarefni fram fyrir þig, Drottinn minn. Faðir minn, þau bænarefni sem eru á okkar hjarta og sem við vitum af og höfum heyrt af, Drottinn minn. Faðir minn, við bara leggjum þessi bænarefni fram hér í dag, Drottinn minn. Ég bið að mæta einum og sérhverjum, Drottinn minn, sem þarf á þér að halda, Drottinn, í dag. Drottinn minn og Guð, til þeirra sem þarfnast lækningar, Drottinn minn. Ég bið að koma með lækning og lausnin í sérhverju kringumstæður í Jesú heilaga nafni, Drottinn minn. Heilagi Faðir minn og Guð, Drottinn minn, þar sem að myrkur grúfir yfir og mikið vonleysi, Drottinn minn. Ég bið þess að þú megi koma með líf og nýja von, Drottinn, til þessara einstaklinga í dag, Drottinn minn. Heilagi Faðir minn, ég bið þess að þú megi banka á hjörtun þeirra sem að hafa verið niðurþryktir, Drottinn minn. Faðir minn og Guð, ég bið þess, Drottinn minn, að fólkið megi finna fyrir þér, Drottinn minn. Finna fyrir þér á þann hátt sem að engin annar getur snert við nema þú, Drottinn minn. Faðir minn og Guð, þú veist hverjir þessar einstaklingar eru. Þú veist hverjir það eru sem þurfa hvað mest, Drottinn minn. Þau þurfa aðstoð við að reisa sig upp, Drottinn minn. Faðir minn og Guð. Og Drottinn minn og Guð, ég þakka þér fyrir að þú starfar í dag, Drottinn minn. Heilagi himneski Faðir minn. Hóbra sharalar andara sikiri ando. Obra sharalari antaralaria. Obra shikiri antaralaria. Það segir í Efesusbréfinu 3. kafla 20. versi. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt umfram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum. Höfum trú, elsku vinir. Höfum trú fyrir því sem stendur og því sem hann hefur sagt. Leggjum þessi bænarefni fram, höfum trú fyrir þeim bænarefni sem við biðjum. Stígum fram í hugrekki og djörfungi yfir því sem við eigum að gera. Við eigum að stíga fram í djörfung. Og ég biðist að Drottinn gefi okkur visku og vísdóm inn í sérhverja kringumstæður. Hóbra sjaralari andoralaria. Takk, Drottinn minn og Guð. Takk fyrir að þú snertir við hjörtum okkar í dag, Drottinn. Þú snertir við hjörtum okkar, Drottinn. Og ég bið þess, elsku Faðir minn, að það er eitthvað í okkar lífi að þú hreinsir burt all okkar synd, Drottinn. Drottinn minn og Guð, bara megum við vera eins og leir sem að þú getur mótað. Algjörlega, Drottinn. Takk, Jesús, takk, Jesús, takk, Jesús. Amen. 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 Það er svo gott að sjá okkur. Það er svo spennandi tímar. Það eru svo spennandi tímar. Það var bænadagur í gær. Það var verið að biðja fyrir milljón manns sem framundan, sem var stórkostlegt. Og það kom fólk úr hinum og þessum kirkjum og allstaðar af og málefnin voru ýmis. Og það var svo áþreifanlegt. Guð var svo áþreifanlegur. En við á sama tíma og við erum að stíga fram og kirkjan er að stíga fram, þá eru árásirnar miklar. Hvort sem það eru kirkjuna eða einstaklinga innan kirkjunar, það fólk sem er að taka sér stöðu, óvinurinn er ósáttur. Og hann er það, en við þurfum að standa saman. Guð er stærri, hann er meiri og hann á síðasta orðið. Og við þurfum að muna það þegar við göngum fram, nýskref, að hann er meiri. Og við þurfum að standa saman, biðja fyrir hvort öðru og sjá hvort annað. Það skiptir máli. Það eru spennandi tímar framundan, það er mikið að vera og eins og hefur oft verið sagt, agrarnir eru hvítir. Eru það? Framundan í kirkjunni það er nóg að vera. Næsta þriðjudag er komið apríl. Það er að koma apríl, það er að koma sumar, það er að koma jól, já rétt, Raggi. Þú veist, þetta er fyrir ringi. En á þriðjudaginn klukkan 6 verður bænastund hérna, við erum alltaf, fyrsta þriðjudaginn komum við saman klukkan 6 til 7 og biðjum fyrir kirkjunni, landin okkar, hvort öðru og þjóðinni og ég hvet ykkur til að koma og taka þátt. Næsta sunnudag er fyrsti sunnudagurinn í apríl, augljóslega, og þá er súperkrakkarkirkja.
og það páskaþema og páskaþema þá það krakkarnir að koma í fínu fötunum sínum með eitthvað gult og eitthvað fallegt og við ætlum að hafa frábæra stund saman. Frábæra, þannig að allir að koma með börnin sín og vini og ættingja og fyrir þá sem að vilja kjósa að vera í fræðslu eða meira næði þá verða að sjálfsögðu Raggi og Dadda með kennslu og stund hinum megin. Amen. Svo áður en ég hætti, í apríl eru líka páskar. Það rétt. Og við fögnum. Og það verður páskamót eins og hefur verið síðustu ár og það hefst á föstudaginn langa og laugardag og svo endur við með United á mánudeginum annan í páskum og við setjum inn auglýsingu varðandi páskamótið núna bara seinna í dag og þetta eru kvöldstundir, föstudagskvöld, laugardagskvöld og mánudagskvöld. Þannig ég hvet ykkur öll til að taka þessa daga frá. Þetta hafa verið stórkostlega stundir sem við höfum átt á þessum stundum sem á alltaf. En það eitthvað svo gott við að taka sig til hliðar á þessum hátíðisdögum og lyfta nafni hans upp. Amen. Við skulum lofa Guði í einu lagi saman áður en Hálfdán kemur og tala til okkar. Já, það eitthvað að fara að gerast hérna þar sem komið lyftingabekkur og lóð, ég veit ekki alveg, ég hef ekkert fengið að vita. En við skulum halda áfram að lofa Guð og bara verum opin fyrir því sem að Guð vil segja við okkur í dag. Það eitthvað nýtt. Það eitthvað nýtt, en við þurfum að opna okkar hjarta fyrir því sem hann hefur fyrir okkur. Amen. Amen. Sing hello, hallelujah,
Halleluja, við skulum syngja þetta aftur og lyftum röddum okkur til hans. Drottinn Jesús, þú ert sá drottinn sem við lofum. Þitt nafn viljum við lyfta upp í dag, drottinn. Við lofum þitt nafn í dag, drottinn Guð. Og við þráum að koma inn í þína nærveru í dag, drottinn. Halleluja, Jesús. Ég þakka þér fyrir að þú ert hér, Jesús. Þakka fyrir að þú ert hér, drottinn. Lofum hann. Drottinn dýrar vel mér hjá. Vil vera nærri þér, Jesús. Bara þráum að vera þinni nærveru, Jesús, í dag. Halleluja, Jesús. Halleluja, Jesús. Vil vera nærri þér. Vil vera nærri þér. Halleluja, halleluja, amen. Amen, amen, amen. Halleluja, það gott að koma saman í kirkjunni í dag. Það gott að koma saman í hans nærveru. Gott að koma saman og lyfta upp röddum okkur til hans. Lofa heilagan Guð. Lofa drottinn okkar Jesú. Lofa frelsaran okkar. Amen. Halleluja. Það fá að ná hérna í borð. Og Raggi ætlar að hjálpa mér. Sjáu þið hvað Raggi sterkur, tilbúin til að lyfta undir og létta á með mér. Gefum honum gott klapp. Halleluja. Amen. Góðan daginn. Við erum velkomin í veginn. Það er gott að sjá okkur í dag. Gott, þið eru að læra þetta. Þið eru að læra að meta mig. Vegurinn, þessi kirkja, er kirkja sem að elskar Guð. Og við elskum fólk. Amen. Við elskum Guð og við elskum fólk. Og við þráum að sjá alla menn komast til trúar í Jesú. Amen við því. Við þráum að sjá alla menn komast til trúar á Jesú. Og ég trúi því að það skiptir ekki máli hver þú ert. Það skiptir ekki máli hvað þú hefur gert, skiptir ekki máli hvað þú hefur sagt, skiptir ekki máli hvað þú hefur gengið í gegnum. Guð hefur tilgang með þínu lífi. Og við, þessi kirkja, vegurinn, við viljum hjálpa þér að vaxa inn í það sem að Guð skapaði til. Jesús sagði, farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Og hann sagði, ég kenni þeim að halda allt það sem ég boðið yfir. Þetta er verkefni okkar, þetta er verkefni kirkjunar, að fara út með fagnaðarerindið, segja öðrum frá Jesú og gera fólk að lærisveinum. Kenna fólki Jesú, kenna allt það sem að Jesús kendi, það sem að hann hefur boðið. Og hvað er þá betra heldur en að horfa á Jesú, horfa á hans líf, hvernig hann lifði hér á jörðinni, hvernig hann gekk og fara eftir því. Amen. Jesús, hann kallaði til sín 12 lærisveina. 12 stráka sem hann deildi lífinu með. 12 stráka sem fóru með Jesú hvert sem hann fór. 12 stráka sem sáu kraftaverk. Þeir heyrðu Jesú tala Guðsríkið. Þeir sáu hann velta borðum koll í musterinu. Þeir sáu hvernig Jesús mætti öðrum. Hvernig hann mætti öllum þeim sem komið til hans. Jesús, hann kendi þeim að biðja. Jesús kendi þeim hvernig þeir ættu að elska náungan sinn. Og hann sendi þá út til að vinna sitt verk. Sendi þá út 2 og 2 saman. Og svo lesum við það þegar Jesús stóð frammi fyrir erfiðasta tíma sínu lífi. Að þá voru lærisveinarnir með honum í Getsemannegarðinum. Jesús fór í gegnum lífið hér á jörðinni með fólk í kringum sig.
Og það var ekki bara þessi 12 strákar. Biblían talar líka nokkrar konur sem fylgdu þeim og hjálpuðu til. Systkinin, Marta, María og Lazarus, vinir Jesús, sem að stoppaði hjá alltaf þegar hann var á ferðinu og fór í gegnum þorpið. Jesús deildi lífinu með öðrum. Orðskuðirnir 27:17 það segir: járn brýnir járn og maður brýnir mann. Við fjölskyldan við leigjum stundum sumarbústað af stéttarfélögum, þeim stéttarfélögum sem við erum í. Og það getur verið alveg óþolandi þegar maður er búin að grilla lærið og dregur hníf upp úr skúffunni sem er algjörlega bitlaus. Hafið þið lent í þessum aðstæðum? Hnífurinn svo bitlaus að þið getur þess vegna snúið honum öfugt. Það myndi ekki skipta máli. Þegar ég sker kjötið heima með mér, þá brýni hnífinn til þess að skeri kjötið án þess að það að þjösnast í gegnum það. Ég vil að hnífurinn fari í gegnum kjötið án áreynslu. Ekki rétt? Ef það þarf að brýna hnífinn, en það þarf að brýna hnífinn. Það þarf að brýna reglulega, af því að járn brýnir járn. Og alveg eins þurfum við að brýna hvort annað. Maður brýnir mann. Maður brýnir mann. Og vitið þið, við gerum það með því að umgangast hvort annað. Vera hluti af 12 manna hóp lærisveina sem fylgja Jesú. Vera hluti af kirkjunni. Mæta á samkomur, mæta í heimahóp, ganga í gegnum lífið með fólki sem trúir á Jesú eins og þú. Ef hann hnífurinn kemst aldrei í snertingu við brýnið, þá verður hann meira og meira bitlaus á hverjum degi. Þangað til hann býtur ekki neitt, þá er hann heldur aldrei tekin úr skúffunni. Ég vil ekki vera þeim sporum að ég sé bitlaus í lífinu. Að ég gangi bara í gegnum lífið eins og allir aðrir, bara einn af mörgum óbrýndum hnífum í skúffunni. Ég vil vera brýndur. Ég vil vera tilbúinn til að mæta því sem kemur upp í lífinu. Fara í gegnum það eins og vel brýndur hnífur í gegnum kjötið. Ekki þjösnast, heldur fara í gegnum það eins og vel brýndur hnífur. Vitið, það koma nefnilega upp ótrúlegustu hlutir upp í lífinu. Ótrúlegustu hlutir. En þá þurfum við að vera tilbúin til að takast á við hlutina. Tilbúin til að takast á við erfiðleikana. Ekki rétt? En vitið, það getur verið erfitt að standa einn í storminum. Það getur verið erfitt að standa einn þegar vandamálin koma upp í lífinu. Þegar hjónabandi stendur á bláþræði. Þegar fjárhagserfiðleikarnir koma upp. Þegar lækninni kemur með vondar fréttir. Þegar lífið skellur á þér með fullum þunga. Þá getur verið gott að hafa einhvern sem stendur með þér. Sjáu þið allar sögunar í Biblíunni sem tala fólk sem þurfti á hjálp að halda. Fólk sem var í erfiðleikum. Fólk sem var veikt. Fólk sem var einmana. Fólk sem þurfti á Jesú að halda. Og Jesús mætti þeim öllum. Jesús snerti við þeim öllum. Hann var til staðar fyrir fólk. Og vitið þið, alveg þá þurfti Jesú á einhverjum að halda. Í Getsemanni garðinum, þegar ángistinn kom yfir hann. Hann var að fara að ganga í gegnum óhugnalegt verk. Hann var að fara að ganga í gegnum óhugnalega sársauka. Hann var að fara á krossinn til að deyja fyrir syndir allra manna. Og ángistinn kom yfir hann. Við þekkjum það sem spyr Guð, ef þessi kalikur getur tekið hann frá mér. Ef það er einhver leið að ég fari ekki í gegnum þetta. Þetta var ángi sem kom yfir hann. En hann segir, strákar, verið með mér. Strákar, getið þið vaka með mér. Strákar, getið þið staðið með mér. Getið þið beðið með mér. Getið þið verið til staðar fyrir mig. Jesús þurfti á þeim að halda á þessari stundu. Alveg eins þurfum við á því að halda að einhver sé til staðar fyrir okkur þegar við þurfum á því að halda. Amen.
Heiða sagði ég ætla að leggjast á bekkinn. Ég ætla að fá allavega 3 stráka hérna upp, ég tala við á hann, þeir ætla að aðstofa mig. Þið eru kannski búin að vera að hugsa hvað þessi bekkur og hvað þessi lóð er að gera hérna. Og mér langar nefnilega aðeins að tala spotter eða spottara og ég ætla að vera með smá sýnikennslu. Eru þið til í þetta? Já. Þeir ætla að koma 3 strákar, ótrúlega sterkir og hraustir. Nú skal tekið á því. Matti, hann ætlar að byrja af því að hann er sterkastur í heimi. Matti, hann er nýfrelsaður. Hann er nýkominn inn í kirkjuna. Og hann er ógeðslega sterkur. Og við erum með hérna 25 kíló. Hann má þetta leggst á bekkinn. Strákarnir ætla að standa sikkur megin og lyfta stönginu upp fyrir Matta. Og höfum það í huga, Matti er nýfrelsaður, nýkominn til trúar, nýkominn inn í kirkjuna og hann byrjar að lyfta lóðum. Það sjá, þú þurft að vera með svona, við erum að halda þessu svona, hafa jafnvægi á stönginni. Já, við setjum klemmu, já, setjum klemmu. Setjum klemmu á þetta, svo fær ekki allt í einhverja algjöru vitleysu. Ok, og Matti ætlar að setja niður og hann ætlar að lyfta upp. Góður og aftur. Sjáu hvað Matti er sterkur. Þetta er easy. Þetta er easy. Hann getur farið endalaust. Endalaust. Já, bara eins og þú getur, eins og oft og þú getur. Þangað til þetta verður bara erfitt, sko. Sjáu hvað hann er duglegur. Hann sagði áðan, ég get kannski tekið bara stöngina. Það sérðu? Ég hefði þurft að þyngja þetta, maður. Ég er með fleiri lóð, sko, Matti. Ég held ég myndi aldrei að færa rækt en að vera upp í kirkju, sko. Nei, hann lyfti meira hér inn í ræktinni, það er alveg á hreinu. Þetta fær að vera erfitt. Já. Þetta fær að þyngjast, ok, halda áfram. Sjáðu? Þetta fær að vera erfitt, nú er þetta farið að þyngjast. Sjáðu? Hann er farin að blása, verður rauður í framann. Hann getur haldið það fram, já, já. Já, vel gert, vel gert. Já, og upp, vel gert. Og upp, vel gert. Áttu nokkrar inni? Upp, já. Áttu aðra inni? Jú, einan, kottu. Upp. Flottur, einan. Ég er með þér. Kottu, og upp. Vel gert, Matti. Ok, mér taka strákar. Er þetta ekki gott hjá honum? Matti, nýfrelsaður, hann réði við 25 kíló, hann er geggjaður. Svo kemur Guðmundur Skorri. Hann er búinn að vera í kirkjunni lengur. Hann er orðinn aðeins sterkari. Hann ætlar að fara hérna í 55 kíló, yfirleitt myndu við segja 60 kíló, en þetta er stelpustöng. Hún er 15 kíló en ekki 20 kíló. Er ég leiðilegur? Já, þið megið skamma mig á eftir, stelpur. Þetta er ekki illa meint og strákarnir ætla að lyfta upp. Við skulum segja að þetta eru 60 kíló og Guðmundur Skorri, hann er nefnilega búinn að ganga lengur með Guði og hann er orðinn aðeins sterkari. Sjóaður í þessu og hann byrjar. Sjáu þið hvað þetta er létt. Og við bara bíðum og horfum, sko. Guðmundur er geggjaður. Þetta er easy. Þetta er easy, sko. Hann er örugglega... Nei, ég ætla ekki að segja það. Hann tekur ekki stera. En sjáðu hvað hann er sterkur.
af því að hann búinn að ganga lengur með Guði. Búinn að læra meira, gangi gegnum meira, þetta farið að vera þyngjast. Ok, ég með þér. Og góður, einan. Flottur, einan. Góður, eigu einan. Já, einan. Sjáðu, já, þú ert með þetta. Geggja strákar, takk í það. Þakkum þessum strákum fyrir, þeir eru geggjaðir. Vitið þið, þegar ég æfi bekkpressu, þá eru alltaf einhverjir, hvað nægir miklu? 115, tók 50 lyftur í gær með 90 kíló, bara af því að hann spurði, ég ætla ekkert að fara út í þetta, en þegar ég æfi bekkpressu, þá eru alltaf einhverjir í kringum mig sem eru tilbúnir til að grípa inn í þegar ég ræði ekki við þyngdina sem ég er með. Það er alltaf einhver, allavega einn sem er tilbúin til að lyfta með mér ef það er mjög þungt. Af því að ef ég get ekki lyft þyngdinni, þá missi ég stöngin ofan á mig og ég er í vandræðum. En ef einhver stendur með mér og lyftir með mér, ef ég ræði ekki við lyftuna, þá lendi ég ekki í þessum vandræðum, hann spottar mig. Hann er minn spotter eða spottari, það er bara ekki, ég hef ekki fundið íslenskt orð yfir þetta, kannski það næsta sem kemst er hjálpari, af því að hann hjálpa mér að lyfta upp. Og vitið, þannig á kirkjan að vera. Kirkjan á að vera þessi spotter, þessi stuðningur þegar við göngum í gegnum lífið, að vera til staðar þegar eitthvað bjátar á, og þegar erfiðleikarnir koma, að þá lyftum við upp með þér. Amen. Og vitið, það þýðir ekki endilega að erfiðleikarnir fari. En ég fæ hjálp í gegnum erfiðleikarna. Þegar ég lyfti þungu, ef ég lyfti yfir 100 kíló og ég næ ekki lyftunni, það er enginn sem kemur bara og smellir fingrum og lóðin fara burtu. Það er enginn sem kemur og tekur 100 kíló hérna og bara búm, þú þarf ekki að gera neitt. Ég þarf að klára lyftuna, gefa allt sem ég get, en spottirinn minn, hann hjálpa mér. Hann lyftir undir og léttir á þannig að nái að klára lyftuna. Eins er það með lífið og eins er það með kirkjuna. Vandamálinn þau hverfi ekki bara af því að þú ert í kirkju. Kirkjan tekur ekki vandamálinn frá þér, en við getum létt á með þér. Við getum staðið við bakið á þér, við getum hlustað, við getum komið með ráð, við getum beðið með þér, staðið með þér í trú að Jesús grípi inn í þína kringumstæður, að hann lyfti þér upp. Og vitið, ég fer aldrei í ræktina einn til þess að lyfta þungu. Ég fer aldrei einn til þess að lyfta þungu af því að það getur alltaf eitthvað gerst. Ég vil hafa einhvern með mér, ég vil hafa einhvern sem er tilbúinn til að spotta mig ef eitthvað gerist. Og vitið, stundum þá snýst þetta ekki bara að ég lyfti þungu, að hafa einhvern að spotta sig þá. Stundum enda ég æfinguna á að lyfta bara mjög léttu, bara stönginni, 20 kíló, ekki 120 kíló, heldur 20 kíló. Rosalega auðvelt, getur ekki klikkað. Og þá því lyfti ég þeirri þing kannski oft, eins og Matti ekki var að gera. Hann bara hætti ekki. En þegar ég er búin að vera að lyfta þungu og enda á bara stönginni, þá kannski eftir 20 lyftur verður þessi 20 kíló stöng jafn þung og 120 kíló voru fyrir 10 mínútum síðan. Og þá er gott að hafa einhvern til að lyfta undir þó þessi bara stöngin. Stundum koma upp litli hlutir í lífinu sem að öllu jöfnu hefði engin áhrif á okkur. En allt í einu á þessu augnabliki reynist okkur erfitt. Og við vitum ekki hvað kemur á við okkar. Stundum eru við ekki tilbúin
fyrir það sem kemur. En þá gott að hafa spottir sem er til staðar. Og það sorglega þegar við höldum að við séum með þetta. Við þurfum ekki á neinum að halda. Af því að við erum svo sterk, við erum svo klár, við þurfum ekki á kirkjunni að halda, við þurfum ekki á neinum að halda. Orðskviðnir 16:18 segir, dramb falli næst, hroki veit á hrun. Vitið, það geta allir lent í því að erfiðleikarnir koma og verða okkur yfir sterkari. Allt í einu lyftan sem var svo auðveld í gær þung í dag. Vöðvafesting getur slitnað og gefið sig. Þá lóðin fljót niður. Þá gott að hafa einhvern að baki sér. Við erum á svo misjöfnum stað í lífinu. Það sem auðvelt fyrir mig getur verið erfitt fyrir einhvern annan. Og það sem auðvelt fyrir einhvern annan getur verið erfitt fyrir mig. Og það getur verið jafn erfitt fyrir það sem lyftir 40 kílóum og fyrir aðeins sem við hliðina á sem lyftir 100 kílóum. Við erum öll á mismunandi stað í lífinu ef við göngum öll í gegnum eitthvað sem reynir á. Og það á þeim tíma sem gott að hafa einhvern í lífinu sem getur lyft með þér, sem getur staðið með þér, sem getur hlustað á þig, sem getur verið rödd inn í þínan kringumstæður, einhvern sem getur beðið með þér. Við þurfum öll á einhverjum að halda í líf okkar. Ég spurði ChatGPT, ég elska ChatGPT, það hægt að spyrja allt. Og ég spurði, hvert hlutverk þess sem spottar? Og svari var, tryggja öryggi þess sem lyftir og grípa inn í ef hann þarf, ef hann eða hún ræður ekki við þyngdina. Hjálpa til við að halda réttri tækni og stöðu, veita hvatningu og stuðning. Að þessu sögðu ætla ég að lesa Hebreabréfið 10. kafla, vers 24 og 25. Gefum gætur hvert að öðru og hvetjum hvert annað til kærleika og góðra verka. Vanrækið ekki safnað samkomur ykkar eins og sumraði siður, heldur uppörfið hvert annað. Og það því fremur sem þið sjáu að dagurinn færist nær. Vitið, þetta hljómar eins og spottir. Við sem kirkja, og það ég og þú, við erum kirkjan. Kirkjan ekkert annað en einstaklingar sem koma saman nafni Jesú. Við þurfum að vera spottir fyrir þá sem koma nýjir inn í kirkjuna. Við þurfum að vera spottir fyrir þá sem eru búin að vera lengi í kirkjunni. Við þurfum að vera spottir fyrir hvort annað. Og vitið, það merkilega ég stóð hérna og spottaði Matta með 20 kíló. Matti, hann getur staðið hérna og spottað mig með 100 kíló. Ég get spottað þig og þú getur spottað mig. Ég get uppörfað þig og þú getur uppörfað mig. Ég get beðið fyrir þér, þú getur beðið fyrir mér. Ég get hvatt þig áfram og þú getur hvatt mig áfram. Gefum gætur af hvort öðru, hvetjum hvert annað, uppörfum og verum til staðar. Spottum hvort annað. Þannig byggjum við hvort annað upp. Þannig byggjum við Matta frá því að fara úr 20 kílóum upp í 60 kílóum, frá 60 kílóum upp í 100 kíló, 100 kílóum upp í 120 kíló. Það má ekki fara yfir mig. Það alveg klárt. Jú, Matti má það. Því að Matti. En fyrra Þessalóníkubréf, 5. kafli og vers 11 segir, hvetið því og uppbyggið hvert annað. Eins og þið og gerið. Amen. Það var maður hérna í kirkjunni frá nokkrum árum. Hann hefði í gegnum erfitt líf. Og hann var á þeim stað að hann upplifði sig óverðugan, hann upplifði sig einskisverði. En alltaf kom hann á samkomur og smátt byrjaði hann að vaksa. Hann var sterkar í trúnni og það var eins og hann bara
gæti byrjað að lyfta þyngra og oftar. Og einn daginn kemur eitthvað upp í lífi hans. Og hann hringdi mig og ég hitti hann hérna inn í kaffisal. Og á þessari stundu var lífið algjörlega ómögulegt. Hann sat fyrir fram á mig og tárin runnu niður andlit hans. Hórið lag niður og það náði niður á bringu. Og besta lýsingin sem að ég get fundið að hann var svo hríslað í vindi. Samt var hann komin langt frá þeim stað sem hann var á þegar hann kom fyrst inn í kirkjuna. Hann hafði vaxið í trú sinni. Útlitslega séð var stór munur á honum. Það var komið líf í andlit hans. Hann gekk beinni í bakiðin áður. Það var eins og hann var komin úr því að lyfta 40 kílóum í að lyfta 60 kílóum. En þarna á þessum tíma þurfti hann að hjálpa halda. Allt í einu voru hans 60 kíló og þung og hann þurfti spott. Hann þurfti einhvern til að hjálpa sér með lyftuna sína, komast í gegnum það sem hann var í gangi gegnum. Og við spjölluðum saman. Ég gat uppörvað hann og ég gat hvatt hann áfram. Ég gat sagt honum að hann var ekki sami maður og þegar hann kom inn það fyrst. Þó að hann segi það ekki. Hann sá það ekki. Hann segi nei, ég er ekkert breyttur. Ég er alveg eins. Ómögulegur. Allt ómögulegt. En ég og aðrir í kirkjunni voru búin að sjá breytinguna sem var á honum. Hann var komin langt. Guð var að vinna í líf hans. Guð var að taka hann frá dýr til dýrðar. Og við báðum saman, fórum svo í sitt hvor áttina. Þegar ég hitti þennan vin minn í dag, þá er hann komin í 120 kílóflokkin. Líf hans er gjörbreytt. Hann er eins langt frá því sem hann var eins og austrið er frá vestrinu. Hann er alltaf brosandi. Hann á yndislegt líf. Hann elskar Guð, hann elskar kirkjuna, hann elskar konuna sem hann kynntist, hann elskar lífið. Og hann er langt frá því að vera sami maður og þegar hann kom fyrst inn í kirkjuna. Vegna þess að kirkjan, og ekki bara ég, heldur við, kirkjan í heild sinni var til staðar fyrir hann. Af því að kirkjan var spottið hans. Við lyftum þunganum með honum. Við stóðum með honum, hvöttum hann áfram, báðum með honum og sáum Guð grípa inn í hans líf og breyta honum, lyfta honum upp. Þannig viljum við vera. Þannig kirkja viljum við vera. Það segir í Predikaranum 4. kafla á versi 9 og 10. Betri eru 2 en 1. Betri eru 2 en 1, því að þeir hafa betri laun fyrir strit sitt. Falli annar þeirra getur hinn reist félaga sinn á fætur. En vei andstæðingnum sem fellur og enginn er til að reisa á fætur. Sér segir í versi 12, ef einhver ræðist á þann sem er 1, munu 2 geta staðist hann. Og þrefaldan þráð er torvelt að slíta. Af því að 2 standa saman, þá getur annar stutt hinn. Hjálpa honum upp þegar hann fellur. 2 geta staðist gegn þeim sem að ræðist á annan þeirra. En hugsið ykkur, ef við erum 3. Ef við erum 3 sem stöndum saman, þá er erfitt að koma gegn ykkur. Þann þráð er torvelt að slíta. Kirkjan á að vera þessi staður fyrir mig og þig. Þar sem við komum saman, fáum uppörun og hvatningu. Þar sem við stöndum 2 saman. Þar sem við stöndum 2 saman. Þar sem við stöndum 3 saman. Og þar sem við stöndum öll saman. Að við öll sem kirkja stöndum saman. Vitið þið, þegar við erum að berjast, þá er vont að kýla með einum putta. Hann vil bogna, hann vil brotna. En þegar við komum saman, þá getum við slegið frá okkur. Þá getum við barist. Ekki rétt? Þegar við komum saman erum við sterk.
Ef við ætlum að ganga eini gegnum lífið, hver á þá að reisa okkur við fyrir föllum? Hver á þá að verja okkur? Hver á þá að standa með okkur? Hver á þá að uppörfa okkur? Hver á að hvetja okkur áfram? Hver á að biðja með okkur? Við þurfum á hvort öðru að halda. Við þurfum á kirkjuna að halda. Hvernig var kirkjan í upphafi? Frumkirkjan. Postulega sagan 2:42 segir: þau ræktu trúalega uppfræðslu postulana á samfélagið, brotningu brauðsins og bænirnar. Síðan segir að allir þeir sem trúðu héldu hópinn. Að allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt. Menn seldu eigur sínar á muni og skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Nú er ég ekki að segja að fara að selja allt sem þú átt til að gefa það frá þér. En við getum öll haft eitthvað sem að sá sem stendur við hliðina þau þarf á að halda. Ef einhver þarf á uppörun að halda, gefðu þá uppörun. Ef einhver þarfnast bænar að halda, byttu þá. Þegar einhver kemur nýr inn, heilsaðu, sestu með honum, vertu spotter. Og kannski stendur þú einn. Kannski þarf þú á einhverjum halda inn í þitt líf. Þá vil ég segja við þig, kirkjan er full af fólki sem er tilbúið til að standa með þér. Ekki fara í gegnum lífið einn. Ekki berjast einn. Fáðu einhvern til að standa með þér. Einhvern sem er tilbúið til að standa við baki á þér og spotta þig. Það segir frá því í Mattheusar Guðspjalli 14. kapla að lærisveinar Jesús, þeir voru að fara yfir vatnið, voru að fara á næsta áfangastað. Á meðan það fór Jesús upp á fjall til að biðja. Hann sagði: strákar, farið þið yfir og ég hitti ykkur hinum megin. En þegar báturinn var komin langt út á vatnið, kom mótvindur og öldurnar byrjaði að ganga á bátinn. Svo leið á nóttina og lærisveinarnir líta upp og líta út í myrkrið. Í gegnum vindinn og öldurnar sjá þeir einhvern koma á vatninu. Þeir verða náttúrulega hræddir og halda að þetta sé vofa. En þetta var Jesús. Þetta var Jesús sem kom gangandi á vatninu. Lærisveinarnir urðu hræddir en Jesús kallaði til þeirra: óttist ekki, þetta er ég. Þá er einn hugrakkur í bátnum sem heitir Pétur. Hann rís upp og hann segir: ef það er þú, drottinn, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Auðvitað segir Jesús: komdu vinur, stígðu út á vatnið, komdu til mín. Og Pétur, hann gerði það sem að engin annar hefur gert, steig út úr bátnum og gekk á vatni. En þegar hann sá í kringum sig, þegar hann sá vindinn, hann sá öldurnar, vatnið, þá var hann hræddur. Hvað er ég að gera þarna? Í hvað er ég komin? Í hvað aðstæðum er ég? Hann var hræddur, hann tók augu sína af Jesú og hann byrjaði að sökkva. Þú ert kannski hér í dag eða fylgist með á netinu og þú þekkir ekki Jesú. Augu þín er ekki á honum, heldur eru augu þín á öllu því sem er í kringum þig. Vindinum og öldunum, vandamálunum, vanlíðan, það er einmannaleikin, særindi, brotin sambönd og þér finnst þú svo vandamálin sé að drekja þér. Og þú sekkur neðar og neðar, það er svo vindurinn og öldurnar stopp ekki. Og ef það lægir, þá kemur næsti stormur áður og veist af. Vitið þið, þegar Pétur byrjaði að sökkva, hvað gerði hann? Hvað gerði Pétur? Hann hrópaði á Jesú: drottinn, bjargaðu mér. Drottinn, bjargaðu mér. Og Jesús rétti út hendina, greip í Pétur og lyfti honum upp. Jesús spottaði Pétur og Jesús getur spottað þig. Hann getur lyft þér upp.
En þú verður að kalla á hann. Þú verður að snúa þig til hans. Þú verður að setja augun þín á hann og kalla. Vitið, farísearnir á tímum Jesú, þeir sögðu við lærisveinana, hvers vegna etur meistari ykkar með tollendumöndum og bersyndu? Hvað er hann að gera með þessum bersyndu og tollendumönnum? Af því að þeir fylgdust með. Þeir horfðu á og sáu hvernig Jesús umgekkst þá sem að farísearnir litu niður á. Tollendumenn, þeir voru svikarar í augum faríseanna. Og bersynduðum, hvað er að þeir Jesús? En hvernig svarar Jesú? Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem að sjúkir eru. Síðan segir hann, miskunn sem vil ég ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Jesús kom ekki til að kalla réttláta, heldur syndara. Af því að það er engin réttlátur. Það er engin réttlátur. Það er engin svo fullkominn að hann sé réttlátur. Þegar að farísearnir komu konu til Jesú sem var staðin að hórdóm, þá vildu þeir grýta hana. Þeir vildu taka hana af lífi. En Jesú segir, sáu það sem syndlaus er, kasti fyrsta steinunum. Og hvað gerist? Einn af öðrum byrjar að sleppa steinunum og þau gangi í burtu. Af hverju? Enginn þeirra gat kasta fyrsta steinunum. Af því að enginn þeirra var syndlaus, enginn þeirra var réttlátur. Rómverjabréfið, 3. kafli, vers 23 segir, allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð. Allir. Ég hef syndgað, þú hefur syndgað, við öll höfum syndgað. Okkur skortir öll dýrð Guðs. Svo segir, og Guð réttlætir þá, án þess nokkur verðskuldið það, af náð með endurlaust sinni í Kristi Jesú. Guð bendir á blóð hann sem sáttar fórn þeim sem trúa. Þannig sýnir hann réttlæti sitt. Vitið, við stöndum öll í sömu spórunum. Við höfum öll syndgað. Við þurfum öll á Guði að halda. Við höfum öll staðið í spórum Péturs fyrir utan bátinn og erum að sökkva. En ef við köllum á Jesú, þá réttir hann höndina og hann lyftir okkur upp. Og við erum gerðir réttlát. Án þess að verðskulda það. Að því að Jesús borgaði gjaldið fyrir okkar syndir á krossinum. Hann dó í okkar stað til þess að við sem gerðum réttlætt. Til þess að við komumst upp í bátinn og eignumst eilíft líf. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur af eilíft líf. Til þess að hver sem á hann trúir, til að hver sem að snýr sér til hans og kallar á hann glatist ekki. Sökkvi ekki í vatninu, vindinum og öldunum, heldur af eilíft líf. Og vitið, Jesús, hann þráir ekki bara að vera spotterinn þinn, heldur frelsariðinn. Frelsa þig frá glötun og gefa þér eilíft líf. Vitið, hann gaf það upp að vera Guði líkur. Kom inn í þennan heim sem þjónn. Kom inn í þennan heim til að taka syndir okkar, mína syndir og þína syndir, á sig. Dó á krossinum í okkar stað. Til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur af eilíft líf. Og hvað þurfum við að gera? Við þurfum að snúa okkur til hans og kalla á hann. Rómverjabréfið 10. kafli og versi 9 segir, ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og þú trúir í hjarta þínu að Guð hafi vakið hann upp frá dauðum, verður þú hólpinn. Það er svona einfalt. En þú þarft að snúa þig til hans. Þú þarft að kalla á hann, þú þarft að trúa á hann. Og vitið, hann bíður eftir þér. Hann bíður eftir að þú snúið þig til hans. Opinberunarbókin kapli 3 og vers 20, þar segir Jesús, ég stend við dyrnar og kný á. Ég stend við dyrnar og kný á. Og
Og ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, mun ég fara inn til hans. Ég mun neita kvöldverða með honum og hann með mér. Og ef þú vilt taka þetta skref í dag, að snúa þig til hans, snúa þig til Jesú, opna hjartaðið fyrir honum, að þið fá að leiða því stuttri bæn. Hvort sem þú ert hér í salnum eða ert að fylgjast með okkur á netinu. Ef þú vilt opna hjartaðið fyrir Jesú, ef þú vilt fylgja honum, trú á hann, byttu þá þessara bæna með mér. Gerðu þessa bæn að þinni bæn. Við skulum rísa á fætur. Og við skulum bara biðja öll saman. Sem Drottinn Jesús. Ég vil opna hjarta mitt fyrir þér. Það skiptir ekki máli hvað ég hef gert. Eða hvað ég hef sagt. Þú heldur því ekki gegn mér. Af því að þú elskar mig. Eins og ég er. Þú dóst fyrir syndi mínar. Allt það ranga sem ég hef gert. Og þú fyrirgefur mér. Ég bið að taka á móti mér. Eins og ég er. Og koma inn í líf mitt. Jesús, ég játa með munni mínum að þú ert Drottinn. Og ég trúi í hjarta mínu að Guð hafi vakið þig upp frá dauðum og þú lifir í dag. Jesús, ég vil fylgja þér. Amen. 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 Þetta er besta bæn sem getur beðið, besta ákvörðun sem getur tekið í lífinu, að fylgja Drottni Jesú, frelsar okkar. Amen. Við skulum lofa Guði í allavega einu lagi, og ef það er eitthvað í þínu lífi sem að þú ert að berjast við, ef það er einhver þungi í þínu lífi sem þú stendur ekki undir, þá erum við hér fyrir þig. Við erum hér, við erum tilbúin til þess að aðstoða þig, lyfta undir með þér, biðja með þér og treysta að Guð, Jesús mæti þér, að treysta að hann lyfti þér upp yfir erfiðleikana þína. Af því að við erum hér fyrir þig. Við viljum vera spottinn þinn í dag. Þannig ef það er eitthvað sem að þú ert að berjast við og þú vilt fá fyrirbæn, komdu fram og við stöndum með þér. Stöndum við bakið og við biðjum saman. Annars ljúkum við samkomunni, hittumst í Kaffi Paradís og eigum samfélag saman. Setjumst niður með hvort öðru og spjöllum og eigum samfélag. Og ef það er eitthvað í þínu lífi sem þú þarft að deila með einhverjum, fyndu einhvern sem að þú treystir, segðu einhverjum öðrum frá því sem þú ert að ganga í gegnum, ekki ganga einn eða eini gegnum lífið. Amen. Guð bless ykkur. Í faðmi þér, vernda mig með þinni sterku